Málþingsstjóri, ágætu gestir. Ég vil vísa hérna svolítið í myndir sem hafa verið, sem sýnd sem sagt ræktun akuryrkja og fók úr akuryrkjalandi, vegna þess að þetta frá okkur borgari, það fjallar sem sagt fyrst og fremst akuryrkjuna. Það hefur verið vikið svolítið af því hérna og þetta allavega svo tegundalandi sem að getur verið varasamt þegar kemur að fljóti og jarðvegi. Eins og við þekkjum hér á landi þá þetta náttúrulega mest beitiland hér og tún, en síðan núna í vaxandi mæli þar sem við köllum akuryrkjuland, því að hingað til hefur akuryrkja verið á tiltölulega líku landi á okkur og miklu minna hlutfallslega með það sem erlendis, þar sem víða mikið vandamál vegna jarðvegseyðingar í akuryrkjulandi. En við vitum að áhrif frá akuryrkju þau geta verið töluverð og við sáum hérna myndir áðan af slíku og það var nefnt hérna í einu, tveimur eða þremur erindum var nefndu þessi þáttur. Þannig að það sem okkur sýnist allavega okkur borgari það að við getum átt von á því að það verði meira af þessu hér í framtíðinni vegna þess að það áhuga á því að auka akuryrkju á Íslandi, bæði kornrækt og ræktun sem sagt til manneldis og skepnueldis og einnig ræktun á jurtum til að framleiða orku, sem sagt repur og slíkt. Þannig að við vitum að akuryrkjulandi miklu óvarðara fyrir vatni og vindum heldur en til dæmis graslendi og tún. Og þetta sem þá helst verið að rækta með því að plægja upp, það kornið, grænfóðrið og kartöflurnar. Við höfum dæmi töluvert fók úr kartöfluökrum hér á landi gegnum árin, sérstaklega á vorin og það viss hægt á því að þegar kornræktin eist hérna þá getum við séð meira af því. Grænfóðurræktin, það kannski ekki svo mikil hætta þar en þó getur það komið til. Þannig að við getum alveg reiknað með því að ef að land mikið opið, sem það gerir óhjákvæmilega í akuryrkjunni, þá sé þessi hætta meiri. Þegar landið lokað, sem gras, tún til dæmis, þá hættan lítil eða engin. En við þurfum alltaf líka að hafa í huga hvernig jarðvegurinn Getur verið breytilegt eftir hvernig jarðvegurinn og síðan það náttúrulega og gróðurinn, en síðan það náttúrulega veðurfarið. Og það þarna oft mjög viðkvæmur tími á vorin. Maímánuður hefur svona tilhengu til að vera frekar þurr, heldur sér með að segja það bara víðast á landinu. Og það einmitt á þeim tíma, það maí og fram í júní, sem nýlega búið að sá eða planta. Og þá landið mjög bert. Og ef það verða mikil rok á þeim tíma, þá getur fokið hressilega. Og það hafa, eins og ég nefndi að það voru hérna skaðar frá kartöfluökrum, þannig bara snemmi í júní jafnvel. Og það getur skeið líka í kornókrunum, en þarna skiptir miklu máli rakin í jarðveginum og jarðvegsgerðin. Og núna á síðari árum þá hafa verið nokkur ár sem hafa verið mjög erfið á þessu leyti. Komið hérna mjög langir þurrkakalvar, bæði á eiginlega öllum landshlutum. Það er auðvelt að benda á það að það hafa verið þannig aðstæður. Og þetta akuryrkjaland hjá okkur tiltölulega lítið með heildina, það áætlað að þetta séu 7.000 hektarar. En það samsagt, eins og ég nefndi áðan, það töluvert mikil áhugi á því að auka framleiðsluna. Og það ekki bara vegna þess að menn vilji auka matvælaframleiðslu og það þannig miklu möguleikar í okkur, sérstaklega eftir að fór svolítið að hlýna og þá gengur betur að rækta korn, það sem svo verður í framtíðinni. Menn svolítið byrjað að rækta olíurefni til olíuframleiðslu, að þá þetta töluvert pressa og pressan bæði sem sagt á bændum að framleiða meira og ódýra. Þannig að þetta tengist saman og snertir þá ræktunaraðferðir.
og við þurfum náttúrulega betri þekkingu þarna til þess að verjast og reyna að tapa ekki dýrmætum næringarefnum. Það líkt að vera í samkvæmt lífdaganum, þurfum að gæta þess að reyna að varðveita jarðveginn þar, en þarna að koma held ég að við borgar eru nokkuð sammála það að þarna sé kannski að koma svolítið meira vandamál vegna þess einfaldlega að það að gera meiri kröfur. Það að fara fram á að rækta meira, en það ekki bara bændur. Það eru bara reynlega menn sem kalla sig fjárfesta. Vilja ná í land og fara að rækta og greiða. Þannig að svo spurningin hvað að gera með votlendisverndina vegna þess að þeir sæti gjarnan í besta landi sem eru mýrarnar. Við sjáum nú þegar dæmum það að menn ræsa grynt fram undir kornrækt, reifrækt. Þannig við þurfum að vera vel á verði. Nú, ég ætla að reyna að hafa þetta mjög stutt og þá náttúrulega mikilvægt að velja vel þetta land. Og það margt sem kemur til greina. Ég get ekki farið í það allt hérna. Það skiptir máli, sem sagt jarðvegurinn, og hversu stóra spildurnar eru. Það skiptir miklu máli. Stjórnendaræktin, hún kemur inn í þetta og hún góð, hún gagnleg. Og ekki vafi á því að hún getur hjálpað mikið, en þá skiptir líka máli hvað langt á milli skjólbeltanna. Og kannski mega það ekki verða með eins og 50 metrar til þess að það gerir ykkur gagn. Og það gerir gagn örugglega. Síðan það skiptirækt, hún alveg örugglega til bóta. Bygg og kartöflur, til dæmis, þetta getur farið saman. Og í kornræktinni sem aðalega bygg, það nú lítið af öðru, lítið af rúi og hveiti og lítið. Og ef menn var skilja kornpálminn eftir á akrinu þá það til bóta, en kornpálmurinn verðmætur, hann er auðvelt að selja hann verslunarvara, þannig að það leika sér ekkert að því að skilja hann eftir. Það svolítið í stubbinum sem eftir verður á stráinu á korninu og svolítið bóta að hafa það. Lágmörkun og jarðvinnslu, það ein leiðin sem mikið beitt erlendis og það að gera í stórum stíl og þess að færa sig yfir í skiptirækt, vera ekki með þessa algjörlega þessa einhæfuræktun og svo náttúrulega vökun á landi, hún töluvert notuð, en svo ætla ég að ljúka þess á því að nefna það að ef við förum yfir í lífrænaræktun, þá erum við í betri máli. Ég ætla að koma þess að því það spurt þessu hérna áðan og það kom ákveðin svör við því, ég ætla að bæta svolítið við það að ef við förum yfir í lífrænaræktun þá erum við komið með sáðskipti sem skyldu. Þá orðin skylda að vera með sáðskipti og þá ekki þessi einhæfa ræktun. Þannig að þar liggur það fyrir að ef að bóndi fer í aðlögunaráætlun hjá vottunarstofu þá verður hann að fara eftir reglu vottunarstofuna sem undir reglum Evrópusambandsins og hann kominn þá með skyldu að vera með sáðskiptaáætlun, þannig að hann fær ekki að rækta eins og hefðbundnir bændur og hann notar heldur ekki tilbúin ábyrgð. Þannig að ræktunaraðferðin í lífrænni ræktun, hún jákvæð. Síðan má reikna með því að þegar það notað einhverjum lífrænni áburður, en ekki tilbúin áburður, þá má reikna með því að við byggjum upp meira lífrænu efni, þannig að það verði eitthvað minni hætta. Ég engar tölur, ég get ekkert komið með neina tölur, ég bara veit þetta. Þetta bara svona. Og það kannski ekki nógu vísindalegt að segja svona. En ég læt mér bara að hafa það. Þið komið þá bara með einhverja tölur ef þið hafið eitthvað. En það allavega engar mælingar verið gerð á Íslandi. Ég ætla að nefna það varðandi lífrænuræktunina að það virðist fylgja lífrænuræktuninni hjá lífrænu bændunum hérna og þeir allir mjög duglegir að rækta skjólbelti. Og þeir fylgja sáðskiptaáætlunum, þannig að ég held að það sé allavega mjög vænleg leið, ein af mörgum. Takk fyrir. Þetta Ólafur kærlega fyrir. Ég ætla að bjóða upp á spurningar. Einhverjar spurningar? Já. Ólafur, mér langar að spyrja þess eru bændur sem vinna í þessa átt í þessum úrvæðin sem við tala í leiðfinningum og öðru, hvað að gerast? Sko, staðan þannig hjá okkur að borgar sem með höfundum minna erindinu, hann vel að sér þessi mál. Hann verið að skrifa þetta í bændablaðið og ég veit hann hefur talað þetta á bændafundum. Þannig að það eru fleiri sem gera það. Fólk frá Landbúnaðarháskólanum hefur gert það líka og fleiri. Þannig að það ágætur grundvöllur undir þetta. En ég held að þurfa að taka það fastari tökum. Ég aftur á móti að leiðbeina lífrænaræktun eftir bestu getu og þekkingu
sem er frekar takmörkuð, en hún er alltaf hendur til bóta því ég er alltaf að læra bændunum líka og þar eru vissir möguleikar en það þyrfti að herða á því líka. Þannig að við þurfum bæði aukna rannsóknir og að efna leiðbeiningarstarf. Og ég er alveg viss það að í öllu þessu varðandi akuryrkjuna þá verðum við að taka þetta alvarlega. Við byrjum við strax. Ég sé fyrir mér viss vandamál í samband við þau mál. Því að það verður, ég er alveg viss það verður mikið sótt eftir þessu landi á næstu árum og það verður ekki bara fyrir þetta. Sumt af okkar góða ræktunarlandi gæti orðið eftirsótt undir nytjaskóg líka. Samanber hugleiðingar að rækta asparskóga á mýrlendi fyrir kurl. Þannig að við eigum fyrir höndum heilmikla svona eftirspurn og þið kannski hafi lesið það í bændablaðinu, það kom inn að milljarðamæringur í síðustu viku og ég fekk að borða með honum á þess að vita af því að það væri milljarðamæringur og hann var að tala hér sem sagt maísrækt á Íslandi. Og ég náttúrulega sagði honum að það væri kannski hæpið, en hann hafði virkilega áhuga á því. Ræktar maís í Bandaríkjunum og víðar og ég spurði hvert að hugsa. Gera tilraunir, leigja land, kaupa það. Svona, þetta er að koma. Þannig að við fáum útlendingarna líka sérstaklega þegar að hlýna loftslagið og sjáðu fyrir sér möguleika hér, þrengist annars staðar. Þannig að ég er ekkert að reyna að mála hlutina svarta, en ég bara býð ykkur öll að hafa þetta í huga að það er ekki bara úthægið sem við köllum eða álendið, það er líka ræktunarlandi sem við verðum að fylgjast mjög vel með og ég sé viss að hættu þar á ferðum. En ég er ekkert svartsýnn ef við bara tökum það nógu snemma. Áhugavert, afar. Ein spurning viðbót. Allar hendur á loft, gjörðu svo vel. Já, það er, Stefán, það er nefnilega, ég er ekkert á móti því að sé verða að ræsa fram til ræktunar ef það er gert af einhverju skynsemi. En já, ég sé það fyrir mig núna, það er að koma upp. Það var á tímabili mjög lítið ræst fram og það er að ræsa fram einu og eina mýri fyrir hrossabeit, lítið annað og lítið fyrir kornrækt. En svo finnst mér ég hafa séð bara núna alveg síðustu 2 sumur. Hreyfingi þess átt og við sáum til þess í bændablaðinu myndir af mjög framsæknum framleiðendum korns og repu í Meðallandinu. Þeir restu vel mikið fram og tóku langa og stóra skurði og stóra spildur. Þannig að þetta er komið af stað, það er þessi þrýstingur og hrossakagar, já, það er sumst að vera að ræsa fram í þeim, beitar. Þannig að tala endurheimt votlendis og allt það, við þurfum að tengja þetta saman einhvern veginn. Þá ætla ég bara að segja í lokin að ég verð að tala um þetta aldrei núna í seinni tíð, að við þurfum eiginlega á að halda einhvers konar landnýtingar áætlun, allsherjar, yfir alla þessa hluti. Ekki bara fyrir landbúnað en heldur bara fyrir alla hluti. Ég sé ekki það. Af því að Hermann situr þarna, gaman að rifja það upp að fyrir 25 ára þá var við að vinna svona drög að landnýtingar áætlun sem að faðir Hermanns var formaður í nefnd sem ég var í og fleiri og við gerðum drög að landnýtingar áætlun, nú vil ég byrja aftur.